Þetta stutta myndband Kristínu Guðmundsdóttur, fyrsta híbýlafræðing á Íslandi. Hún stundaði nám sitt í Bandaríkjunum í Chicago í Northwestern University. Þetta var mjög skemmtilegur tími í Chicago og mikil upplifun. Þetta var borg sem það var mikil gróska í öllu menningarlífi og byggingarlist og umræðinu skipulag og hvernig ætti að búa til framtíðarinnar í sambandi við heimili og húsnæði fyrir fjöldan og einstaklingin. En það voru frægir arkitektar sem komu frá Evrópu, Mies van der Rohe, náttúrulega Frank Lloyd Wright, hann var að vinna í Chicago og í kringum Chicago. Einnig hitti hún Walter Gropius sem jafnvel bauð henni að koma til sín og vinna fyrir sig. Þetta allt heimsfrægir arkitektar, þannig að það var mikill heiður fyrir hann að fá að kynnast þeim. Nú svo kemur hún heim árið 1947 í lok þess árs og inn í allt annað umhverfi þar sem hún kemur frá gnægtinni yfir í þjóðfélag sem að byrja að byggja sig upp. Þá hún sérstök á því sviði að hún fagmanneskja, hún ráðgjafi innan þessa geira og náttúrulega húsmóðir sjálf. Þannig að hún hefur þetta tvennt í höndunum sem gerir hana brautryðjanda og það að hafa lært í Ameríku sem fyrsta manneskjan á þessu sviði sem innanhúsarkitekt, þar sem aðrir fóru frekar til Skandinavíu, þá sérstaklega til Danmerkur og þá Þýskaland, þeir voru svona aðalstaðirnir. En hún vann síðan mikið með manni sínu Skarphéðini Jóhannsyni á tengstofu þeirra og gerðu ýmsar byggingar og híbýli saman. Það má nefna húsmæðraskóla Reykjavíkur, það má nefna eldhús eins og við sjáum hér í Bergstaðastræti, Selvogsgrunni og Skildinganesi, en þau eru ótal mörg og einmitt ástæðan fyrir þessari rannsókn að gefa einmitt bók út öll hennar verk og starfsumhverfi sem brautryðjanda og gefa hana út í haust 2014. Talaði Chicago, þá var alltaf hugsað glæpi og Al Capone, en það löngu liðin tíð. Borgin, hún hefur hjartslátt og það þurfa alla borgir að hafa. Og ég náttúrulega alltaf dáð Frank Lloyd Wright mest allar arkitekta. Og ég var svo heppin að hitta hann og hlusta á fyrirlestur sem hann hélt á námsárum mínum. Og það var alveg makalust, kallinn 77 ára og löðrandi í sexapíl. Og hann var alveg heillandi og ógleymanleg persóna. Já, hann náttúrulega mest fyrir það að byggingar þær runnur saman við umhverfið eins og þeir hefði vaxið upp úr jörðinni. Og á teiknistofa hans í Oak Park, að þar fættist svokallegu Gresju skóli, sem náttúrulega fyrsti svona augljósi ameríski hönnunarstýlinn. Við erum í Bergstaðastræti 73 í eldhúsi sem frá 1962 og var gert fyrir Magnús og Sigríði, góð hjón, en nú nýjir eigendur að taka við og þau að gera eldhúsið sitt upp. Það gaman að fá að koma hérna inn til þess að sjá atriði og vinnuskipulag sem Kristín Guðmundsdóttir, híbýlafræðingur, teiknaði fyrir það á sínum tíma, árið 62, þar sem að ýmis atriði og hugmyndir koma frá Ameríku, þar sem að hún var við nám 43 til 47. Það var gaman að draga fram, draga skúffur og draga fram hinn ýmsu atriði sem að hún teiknaði fyrir húseigendur. Það má sérstaklega taka fram, og nú ger ég svolítið svona sýnisatriði hérna. Þetta
Þetta mjótt, tiltölulega mjótt eldhús, mjög hagkvæmt og allt fyrir hendina, við hendina. Bökunaraðstaðan öðrum megin og eldunaraðstaðan hinum megin. Allt sem tengist bökun allt hlið við hlið, það sem handhægt, hinn mismunandi sykur og hveitiskúffur. Það má sérstaklega bera athygli á þessum litum. Hún notar ekki þetta hvíta, einstaka lit sem svo oft kenndur við hreinleika, heldur þetta rými til þess að búa í og athafna sig. Þannig að hún notar mikið alls konar litasamsetningar, hérna blátt út í grátt og í formingaflast, hrærivél og bökunarform og síðan hér fyrir bakka og annað tengt ofninu hér fyrir ofan. Þannig að húsmóðurinn, eða sá sem er að athafna sig hérna í eldhúsinu, hann þarf ekki að fara langt til þess að mörg skref til þess að ljúka verkinu. Eins það hérna í eldunaraðstöðunni. Hér allt til taks. Hér annað skurðbretti sem þá til einhverja lauknum eða öðrum með svona sterkum matfælum. Sleifar og sleikjur og allt sem tengist eldavélina hérna til hægri við hendina, sem og pottar hérna fyrir neðan, og síðan eru hnífapör sett hérna lengst við borðendann til þess að vera nær borðinu hérna við hliðinni í borðinu. Nú, það annað sem hún tók fram að hér þvottavél, það var nýjung á sínum tíma þegar hún kom til landsins, en hún gerði ráð fyrir því í mörgum af sínum eldhúsum, alls konar tækjum og nýjum tólum. Þessi aðstæða hérna, það pláss fyrir kolla, sem sagt eldhúskoll, og þá gert ráð fyrir bókhaldinu. Og nú þegar búið að vaska upp og ganga frá, þá hent í rusli sem hérna, eins og gegnum þessa lúga. Nú búrið, það hérna til taks, það þessi þurrmeti. Það gert ráð fyrir því, þannig að þetta á alltaf vera fyrir hendina og mjög auðvelt að þrífa og ganga frá. Það líka mjög mikið atriði að vita hvar hlutirnir eru á sínum stað og skila þeim aftur á sínum stað. Þorvaldur Ingvarsson heiti ég og ég bý hér ásamt Rúnu Alexandersdóttur. Kona mín og dóttir í Skildinganesið 32. Við keyptum þetta hús hér fyrir rúmu ári og við ákveðum að reyna að viðhalda arkitektunum hérna eins og hægt var, og það fólst meðal annars í því að ákveðum að halda hér eldhúsinu. Þetta upprunalegur tekki og hefur verið hannað að mjög svona hagnýtu skipulagi, þannig séð að það auðvelt að vinna í eldhúsinu. Og við sjáum það meðal annars því að hér frá byrjun greinilega frá 1960, hér skaffírskápur eða búskápur, og á mörgum stöðum hefur verið komið fyrir skurðarbrettum til að auðvitað alla vinnu sem við setjum að drefa hér út. Það sem við gerðum var að skipta síðan allt yfirvols í innréttingunni. Nútum við vætum það, settum rjúlokkur og innréttingar, síðan þetta allt saman pússað upp og settum steinn yfir. Það hefði tekist mjög vel og við erum mjög ánægð með árangurinn. Ég heiti Vigdís Jónsdóttir og ég og maður minn, Benedikt Jónsson, við keyptum þetta hús 1998 af húsbyggjendum sem höfðu byggt þetta 1955-56. Það voru Erlendur Einarsson og Margrét Helgadóttir. Við ákváðum að breyta því sem minnst, halda upprunalegum einkennum hússins
það er fallegt eins og það er teiknað og hannað af Skarphéðini Jóhannssyni og Kristínu Guðmundsdóttur konu hans. Við erum stödd hérna í eldhúsinu og þetta eldhús er alveg sérlega fallegt, það er upprunalegt fyrir utan borðplötuna og við höfum sem sagt haldið þessu eldhúsi við og það er afskaplega vel hannað, það er vel teiknað og það er vel hannað og það er mjög gott að vinna í því. Og það má segja að hver einasti fermetri sé nýttur í eldhúsinu og við hérna hefum komið inn í þetta og meðal annars voru hérna 2 bakarovnar, upprunalegir og við bara héldum þeim og þeir hafa komið að góða notum, það til að koma sér vel með 2 bakarovna. Og hérna annað sem að ég hef nú ekki notað en það er hérna sérstök hnoðskúffa sem að er með ávölum línum innan í til að hnoða brauð og kökur. Við höfum ekki notað hana sem hnoðskúffu en það er afskaplega gaman að sjá hversu Kristín hefur hérna hugsað fyrir öllum smáatriðum í starfi húsmóðurinnar eða þess sem að var að vinna í eldhúsinu. Þannig að við erum afskaplega ánægð að búa hérna og finnst mjög gott að vera í þessu húsi, það er góð vendi.